Heil og sæl, þetta þátturinn milli himins og jarðar. Verið hjartalega velkomin að skjánum. Við ætlum að fara inn í annan vetur með þennan þátt, vera hér á miðvikudagskvöldum klukkan 8 og ræða eins og nafn þáttarins gefur til kynna allt milli himins og jarðar. Þættinum ekkert mannlegt óviðkomandi. Og mér fannst svona tilhlýðilegt í þessu fyrsta þætti vetrarins að ræða líðan barnan okkar í skólum landsins og já, fara svolítið yfir það hvernig við getum sem foreldrar eða forráðamenn verið í samstarfi við skólana að tryggja góða líðan barnanna og hjálpa þeim til þess að eiga gefandi og heilbrigð samskipti við bæði skólafélaga og líka starfsfólk skólana. Og til þess að ræða þetta mál þá ég búin að fá hana Soffíu Vagnsdóttur, fræðslustjóra Akureyrarbæjar. Og ég var að hugsa þetta heiti, fræðslustjóri. Hvað felst í þessu starfi, Soffía? Já, og vertu velkomin þáttinn. Já, takk fyrir og til hamingju með að vera að fara annan vetur. Já, takk hérlega fyrir það. Þú ert í nýju setti, bara já, að segja. Já, þetta svo litrikt og fallegt og svo listrænt allt að ég bara nýt minn í botnina. Já, er það ekki? Alveg yndislegt, já. Já, hvað gerir fræðslustjóri? Sko, ætla sér ekki bara stuttasvarið það að hann ber svolítið ábyrgð á því að skólaganga barna á Akureyri, í skólum Akureyrar. Þá ég að tala leikskóla, grunnskóla og svo náttúrulega tónlistarskóla sem hefur undir mitt starf. Já. Að börn eigi sem farsælasta skólagöngu, það eiginlega bara stuttasvarið. Já. Og það þýðir náttúrulega að ég í mjög miklum samskiptum við alla stjórnendur í skólunum. Já. Þeir eru þá mín fyrsta tenging. Og síðan þá þeir við sitt fólk og svo koll á kolli. Þannig að þetta í raun og veru allir jafnir í skóla umhverfinu. En ég ber á því ábyrgð að þetta gangi svona sem snurðulausast fyrir sig. Og því, ég get eiginlega sagt sko að stærsti þátturinn af því að við þjálfum okkur í góðum samskiptum. Já. Það eiginlega bara lykillinn af öllu. Já. Vegna þess að við getum haft sko 100 blaðsíðna námskrár í öllum greinum og alla þennan pakka en ef að barn ekki sælt og þið líður ekki vel og það getur komið af ýmsum ástæðum sko auðvitað tengt skólanum að sjálfsögðu en svo getur líka bara verið ýmslegt annað utan við skólan sem getur síðan haft áhrif inn í skólan. Já. Og það oftast, sko, ég meina þetta yfirleitt margþætt. Já, þetta svo ótrúlega já, ég meina við erum ekkert eyland bara í okkar daglega lífi. Það svo margt sem hefur áhrif á okkur bara ég og mig. Heimili mitt og börnin mín og barnabörnin og vinnan og kannski erfið verkefni eða skemmtileg verkefni. Þetta alls konar félagskapur og ýmislegt sem hefur áhrif á það hvernig mann líður frá degi til dags, sko. En hvernig heldur þú að því þú ert alltaf inn í þessu og líka því þú ert náttúrulega búin að vera lengi viðloðandi skólamál og skólastjóri fyrir Vestan og Bolungarvík í nokkuð mörg ár og svona manns tímanna tvenna, eins og maður segir, þú ert kornung kona. Ég bara segir sem betur fer ég orðið þetta fullorðin að koma inn í þetta starf. Já, ég segi það. Reynslan skiptir nefnilega máli. Já, ég get alveg rétt ímyndað mér það. Þetta ekki máli. svona starf sem maður byrjar að fara í eftir háskólanám. Nei, ég held að það sé alveg rétt. Þetta sé gott að hafa gott farteski. Ekki bara nám eða nei, reynslan þetta gríðarlega mikilvæg. Já. Hvernig heldur þú að börnum líði svona almennt í Íslandi í dag? Ég veit þetta rosa stór spurning, en svona ef þú bara hugsar það, bara ferð aftur í tíman og svona sko velti fyrir þig hvernig þetta var og hvernig þetta þróast og hvernig þetta horfi við þig núna. Ég veit þú hefur ekkert eitthvað algilt svar við þessu, en svona. Maður hefur náttúrulega tilfinningu til að leita kannski fyrst í sína eigin reynslu. Já. Hvernig var ég sem barn? Hvernig var mitt líf sem barn? Já. Og mitt líf sem barn var bara æðislegt. Já. Í Bolungarvík, í sakleysunum milli fjallana, þú veist, og pabbi með harmoníkuna og mamma einhvern veginn alltaf nálægt og með sína vinnu bara við hliðina á heimilinu og svona. Nóga systkinum að leika við og það var ekkert vesen, þú hefur rifist það, það var ekkert stórmann, við leystum þetta bara einhvern veginn. Maður hefur tilhneigingu til að bera þetta svolítið saman. Já. En það auðvitað gríðarlega margt gott gerst í umgjörð utan börn. Þá vil ég bara tala festu utan ýmis mál sem geta komið upp. Við erum að tala barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, við erum að tala umboðsmann barna, við erum að tala alls konar ferla sem hafa verið settir upp inn í skólanum til að bregðast við alls konar flóknum málum. Já. En það líka mjög margt sem flókið í lífi barna í dag. Já. Líf þeirra kannski flóknar en það var. Já, ég vil bara, og mér finnst sko bæði náttúrulega börn sem eru til dæmis hafa lent í skilnaði foreldra, það ekki þeirra ákvörðun.
Þau geta verið í þeirra aðstöðu að annað foreldri er hér og hitti þar, annað er í útlöndum og hittir eitthvað annars þar. Það eru margar fjölskyldur í kringum þessi börn kannski og jafnvel bara börn sem eiga báða foreldra, sem báðir vinna utan heimilis. Þeir eru í frístundum og tómstundum kannski út allt. Það kostar pening sem áður var allt frítt, tilbaka. Þannig að álag á foreldra er meira og það er svo náttúrulega kom netið, internetið. Aðstoðar uppalandin okkar. Já, nákvæmlega. Og það hefur líka haft áhrif. Þannig að mér finnst við þurfa að muna bara eitt orð, gagnvart börnum, það er samtalið. Já, nákvæmlega. Og þá komum við svolítið að því sem að mér langar að ræða við þig. Og finnst svona mikilvægt þegar að veturinn er að byrja og ég veit að það eru örugglega margir foreldrar sem eru pínu kvíðnir yfir því að börnin sé að byrja aftur í skólanum. Af því kannski að það hefur ekki gengið vel fram til þessa, það hefur verið samskiptavandi eða einelti og þá kannski tölum við það eftir að hvað er einelti sko, því að hérna við mögum líka passa okkur að því hvernig við notum það orð og kvíða því svolítið að fara inn í veturinn en auðvitað er einelti ekki náttúrulögmál, eitthvað sem við þurfum bara að setja okkur við, það sé bara eitthvað til eins og bara dauðinn sko, heldur er þetta eitthvað sem að við höfum valum að takast á við og hérna vinna í. Sko, hvernig getur sko skólinn og hvernig geta heimili og skóli unnið saman að því að bæði uppræta einelti og koma líka í veg fyrir það? Já, sko, þegar orðið einelti var fundið upp, það var ekki til þegar ég var barn eða við, þá héti þetta eitthvað annað en auðvitað var stríðni barna í milli barna alveg til og alveg líka til illkvittnir fullorðnir einstaklingar. Já, mikilvægt. Og ég menna að það er eiginlega fáránlegt að tala um það að fyrirtæki og opinberar stofnanir skuli þeirra setja sér eineltis áætlanir það, vertu góður við samstarfsfólkið. Vertu fullorðin. Já. En svona er þetta. Já. Og það er náttúrulega líka vegna þess að við viljum gera betur. Við viljum vanda okkur betur í samskiptum og við viljum segja hinga ekki lengra ef að fólk kemur illa fram. Það sama á við börnin. En hins vegar verðum við líka að passa okkur á því að börn geta alveg í dagsins önn bara í leik, lent í ágreiningi og það er ekki einelti. Einstakur atburður eða atvik, það er ekki einelti. Það sem fíkur í menn og þú veist ég skora fyrir mörku þú eða eitthvað svona, það er ekki einelti. Það er mjög afgerandi skilgreining á orðinu einelti og það þýðir það að það er eitthvað síendurtekið, gagnvart einhverjum einum, af einum öðrum eða mörgum. Og þetta langar mig svo að biðja foreldra að hafa í huga. Það er minnstur. Það er minnstur í gangi og oft er það mjög falið. Oft er það ekkert bara endilega á göngum skólans eða inn í skólastofinu, það getur verið í símónum eða netinu eða bara með augngotum eða íþróttafélaginu eða æfingum eða þannig að þetta er gríðarlega falið. En þetta er gríðarlega alvarlegt. Sé það í gangi. Og mér finnst mikilvægt þegar barnið mitt kemur heim og segir alltaf að leggja mig einelti. Þá er kannski gott að fá sér bara fyrst mjólkurglas og köku og taka svona rólegt samtal. Þannig að barnið sé rólegt þegar það segir frá hvað er það nákvæmlega sem gerðist eða hvað er það að upplifa. Og síðan er það þá næsta skref að það er að leita upplýsinga. Ekki hringi í skólan, fóksandi eða að ná svona yfirvegun, leita upplýsingana, reyna að raða svolítið sama púslinu. Hvað gerðist? Var upplifun hans eða hennar sama og hans eða hennar? Er þetta raunverulega síendurtekið? Og börn eru mjög klár. Þannig að ef maður gefur tíma til þess að tala og þau finna það ráður hlusta, þá finna þau oft sjálf hvenær mistökin verða. Mér finnst mjög mikilvægt að foreldrar sé ekki hræddir við það að barnið er að finna til. Við getum aldrei komið í veg fyrir það. Nei, það er nefnilega svolítið mikilvægt. Við getum ekki, sko, við verðum að gera grein fyrir því að barnið okkar byrjar í skóla og bara fetar fyrstu skrefin út í sko, sitt sjálfstæða líf, ef svo má orðið komast, þá mun það lenda í einhverju. Sko. Það mun lenda í einhverjum árekstum, það mun lenda í því að gera mistök líka. Alveg, sannarlega. Og líka, sko, þá er ég ekki að tala um að það muni lenda í einhverjum ósköpum, en það mun lenda í því alveg örugglega að það er ekki sátt við einhverja stöðu. Bara sitja hjá einhverjum, vera ekki fyrstur í röðinni, vera ekki fyrstur í mötuneyti, eitthvað svona. Það mun lenda í því að upplifa mótlæti. Og þá skiptir svo miklu máli að þetta er nefnilega ákveðið þroskaferli í lífi barns. Hvernig tekur þú á því þegar norðanvindurinn kemur?
þegar gusturinn kemur. Já. Ætlar þá bara að segja hættu norðanvindur, veri alltaf sumar og sól, eða ætlar að vinna með að þannig það kemur stundum norðanvindur, þú tekur á móti eitthvað sem þú ert ekki sáttu við, hvernig vinnur þú síðan með það? Já. Og ef einhver er síendur tekið að reyna að meiða þig eða særa þig, þá getur maður ákveðið hvernig maður tekur því. Þetta var nú ansi illa sagt, þetta var nú virkilega ljót orð, þetta fara bara framhjá og ég næ að halda þeim utan við mig, þess að ég gerði ekki neitt. Ég sagði ekki neitt ljótt, það var einhver annars sem gerði það. Já. Og besta kennsla til barna er einmitt að eiga samtalið það, hvernig mætir mótlætinu. Já. Og mér finnst þessi samskipti milli skóla og heimila, þau þurfa ofta að gerast svolítið á miklu hraða. Já. Þá að drífa sig í að redda þessu, laga þetta, kippa sér í liðin. Við lifum svo lausnamiðum heimi, það er alltaf að fixa. Já, bara gera, bara fixa og drífa ykkur og þið verða að gera eitthvað í þessu. Já. En okkar skólavandinn er svolítið sá, við getum ekki sagt, þú verður að gera eitthvað í þessu. Því þá bara fer það á síðu blaðana og verður vesen. Já. Við þurfum að geta átt samtalið. Já. Og foreldrar verða að gefa sér tíma vegna þess að oft er það líka þannig og við mögum ekki gleyma gerendunum svokölluðu. Já, já. Þetta eru líka dásamleg börn. Já, og það er það sem er líka svo mikilvægt, að það sé svolítið svona útgangspunktur þegar við förum sem foreldrar að ræða þessi mál. Að það fæðist engin vondur, og það er bara mitt mat sem manneskja og guðfræðingur. Öll börn eru yndisleg, og þegar að börn leggja í einelti eða annað, þá er það ekki vegna þess að þau séu ill, heldur vegna þess að þau eru fákunnandi. Það vantar meiri færni. Þau vantar meiri færni, þau búa ekki að lífsreynslu til þess að segja þessi hlutina. Og svo eru öll börn í eðli sínu sjálfhverf, skilurðu. Það er eðli barnsins að vera sjálfhverfur, skilurðu, og hugsa sig. Og það þarf að kenna börnum að setja sig í spor annarra og það þarf að kenna þeim samkennd og allt þetta. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að því ég hef stundum rekið mig á og það stundum komið illa við mann þegar maður sér oft umfjallanir í fjölmiðlum þessi mál að það er svona örlítið búið að skrímslavæða stundum gerendur og þá fyrir maður að hugsa, ok, en þetta eru börn. Þetta eru börn. Og nú stöndum við öll hérna fullorðna fólki, þetta eru börnin okkar, barnið mitt getur alveg lagt í einelti, skilur, ég þarf alveg að gera ráð fyrir því að það gæti gerst, skilur. Og þá er það ekki þannig að næsta skrif sé bara að það er farið út á glæpabrautina og svo þar næsta komið inn á Litlahraun, skilur, það á alveg séns, við þurfum bara að vinna með málið, skilur, vera svolítið yfirveguð að vinna með málið vegna þess að þá náum við bestu niðurstöðuna, það ekki fyrir alla. Akkurat, ég man bara eftir í söngtextunum þegar það sungi, ég vil að börnin fá að fæða stærri, og fermingu það geta lögðu nærri, þá erum búin að læra hans meira, en við hlaupum ekki yfir þetta skref, við hlaupum ekki yfir það að þurfa að kenna börnunum það að þau lenda í bæði meðvindi og mótvindi og skólinn er alltaf að reyna að gera betur. En svo má auðvitað ekki gleyma því að, ég segi mömmurnar í skólanum, það eru bæði skólaliðarnir og það eru konur möturit og það eru umsjónarkennararnir og það eru allir foreldrar einhvern í skólanum. Að þeir eru ekki bara með sitt eina barn, þeir eru kannski með 24 börn í bekknum. Þannig að þeir þurfa líka svolítið að fá skilning á því að þegar það koma upp erfið mál og við erum auðvitað að horfast í augu við það að við erum alltaf að reyna að finna út hvernig við getum mætt börnunum best og eitt af því við erum búin að uppgötva alls konar greiningar, börn með athyglisbrest eða ofvirkni eða lesblindu eða allt þetta og hver og einn fyrir sig, ég fyrir mitt barn, ég vil bara fá mína bestu þjónustu til þess að barni mitt öðlist farsæla skólagöngu. En við getum aldrei horft hjá því að barnið mitt líka mjög litað af sínum aðstæðum heima fyrir. Sjálf var ég 5 börn og hef þurft mikið á að halda bara, fá allar til að hjálpa okkur við að koma þeim til manns, þessu frábæra fólki. Og það ekkert að því að maður kannski lendi tímabundi í erfiðleikum, ég hef enga lausn, ég bara búspil, ég ráðþrota. Þá engin hætta á ferð þó maður komi bara og gráti í skólanum og segi, vil ég hjálpa mér? Ég ræð ekki við þetta. Í staðinn fyrir að koma í stríð. Við verðum að reyna að gera þetta saman. Efla auðmýktina inn í sér. Efla auðmýktina, já, og einmitt að mér finnst nefnilega svolítið merkilegt, ég var að hugsa um daginn að ef við lendum í miklum svona andlegum þrengingum, erfiðleikum og jafnvel alvarlegum kvíða eða alvarlegu þunglindi sem talað að geti jafnvel orðið helsta heilsufarsvandamál árið 2020 í heiminum bara, í vestrænum þjóðum, þá raunverulega stærsta og besta lækningin við því samtal, samræðan.
Ég get nú alveg tekið undir það. Já, hugsaðu þér. Það er sálgæsla fólkin í góðu og samtalaði sem virk hlustur. Akkúrat. Og þessi fólk sýnir þeirra áhuga. Já, og þú getur ekki tala sjálfan það sem þetta vandræðast með. Og viðkomandi, og þá að því við komum inn á þetta, sko, að þegar foreldrar eiga samtal við börnin sín, það var ekki nóg að sitja bara og þegja, sko. Nei. Maður verður líka að hlusta með öllum, sko, bara skynfærum og meðtaka það sem eru að segja, þannig að maður sé ekki bara svona að þegja og svo komur maður að því sem að maður vildi segja. Akkúrat. Heldur að maður taki við því sem barn að segja og meti það, sko. Og eins og þú nefndir áður, sko, barn er í eðli sínu sjálfhverft, þetta er ekki meint illa, en ungt barn er bara ennþá að læra, það er að skynja sig, ég og heimurinn. Það er ekkert endilega komið það við. Nei. Og þess vegna skiptir svo miklu máli við hjálpum börnum að skilja það að við þurfum alltaf að taka tillit til annarra. Við þurfum alltaf að sýna öðrum virðingu. Og mér er alveg saman allar námskrár og allan pakkan ef við getum kennt börnum þetta. Samkennd og samlíðan, frumkvæði, kærleika og virðingu. Því að þetta eru þau farteski sem kom okkur raunverulega í gegnum lífið. Það er ekki 10 í dönsku eða stærðfræði eða eitthvað slíku. En við verðum að hafa þetta gangandi gegnum allt tímabil á meðan börnin eru að læra. Það er að kenna þeim þetta. Og ef þetta ferst fyrir í uppvextinum, sko, þá getur maður lokið öllu, sko, doktorsprófum öllu. Alveg. Það mun ekkert nýtast manni. Ekki nokkuð skapandi. Maður mun allstað rekast á veggi. Já, því að það er hægt að sýna börnum á hverju upprunalindi ef þau eru þreytandi eða óþolandi, en sko fullorðið fólk sem er óþolandi í samskiptum og veður áfram og yfir aðra þó það hafi fullt af hæfileikum og fullt af getu á sínu sviði þá verður það, sko, þá stoppar það einhvers staðar. Þá bara lendir það á vegg. Lendir endalaust á veggjum, sko. Og sem betur fer, eins og ég var að nefna á hann, erum við komið þó það langt að við erum að reyna að setja okkur einhverja reglur í þessu með eins og eineltisáætlunum, með einhverju samskipta viðmiðum eins og á vinnustöðum þar sem við erum bara hreinlega að segja við viljum þetta ekki. Við viljum í viðleitni okkar til þess að breyta og gera heiminn betri, laga þessi samskipti og hafa einhver viðmið við það. Þú veður ekkert yfir annan en hins vegar sá sem er til og með stjórnandi ef það er í skóla eða á vinnustað, hann þarf þá að vera nógu djarfur til þess að geta tekið það samtal, veistu það að þú ert að sýna börnum eða samkennuðinum eða samstólki, þú veður yfir það, þú verður aðeins að stoppa, að geta átt þetta samtal af því að vinnustafurinn, hann mun alltaf litast af þessu, bekkurinn í skólanum, hann mun alltaf litast af þeim sem er að koma svona fram. Já, það er alveg rétt. Og hinir sem eru þá í skugganum, þeir munu Þeir ná ekki blómstra eins og þeir myndu annars gera. Nei, akkúrat. En svona ef við tökum svona konkrétt dæmi, segjum að bara barnið mitt komi heim og skólanum og segja, þessi bara gerir þetta endalaust og ég met sem svo, þetta er bara þetta er ekkert einhver stríðni, þú veist, þetta er bara einelti, þetta er alveg minnstur og ég finna að ég þarf að bregðast við sem foreldri, bara svona konkrétt dæmi, sko, bara ef þú gæfir okkur, hvað var næsta skref hjá mér? Næsta skref er að klára að kortleggja með barninu í rólegheitunum, hafa samband við skólan strax, vegna þess að þá fer í gang ákveðin áætlun, hún er til á bara blaði. Þá fer skólinn í rannsóknarferð, hann fer og talar við alla, hann fer og talar við umsjónarkennarann, hann fer og talar við skólaliðana, fólki á göngunum, fólki í frímínútunum, hann fer og rannsakar. Hafið orðið vör við eitthvað, viljið fylgja sérstaklega með henni eða honum, sjá hvort við sjáum eitthvað mynstur, eitthvað að reyna að finna út. Stundum kemur það í ljós. Og þá er auðvitað kallað til foreldra, þeirra foreldrar látni vita, en nota bene, þetta eru bara yndislega falleg börn, sem eru kannski líður þeim sjálfum illa. Kannski er eitthvað vont að gerast í þeirra eigin persónulega lífi, maður veit það ekki. Þannig að við þurfum alltaf að taka það með í reikningin að þetta eru líka börn sem eru ætlaðir gerendur í einelti. Og þegar það er búið að kortleggja þetta svolítið vel, þá fer af stað ferli í umræðu með barninu sem er ætlaður gerandi, með barninu sem er ætlaður þolandi og þá skiptir lykilmáli að allir komi inn í málið af yfirvegun. Það sé ekki æsingur eða hamagangur og hamagangur og svona dómharka í gangi, heift, heldur reynum við saman að finna lausnina. Það líður raunverulega engum vel
heldur ekki gerandanum. Í þessu. Nei. Og við getum alltaf sagt okkur það, sko, að ef maður leggur annan í einelti þá það vegna þess að maður það svona, maður að finna blóraböggul fyrir sína eigin maður kannski eitthvað leit ómeðvitað að upplifa sjálfan sig eða að reyna að stækka sitt eigið ego og þetta getur tengst, sko, bara svona sem dæmi, það kemur nýr einstaklingur í bekk. Það getur haft áhrif á vináttu sem fyrir. Skilur, það eru kannski 2 sem alltaf saman eða 3 stelpur sem alltaf saman, svo kemur 4 og það bara getur ögraðir, sko. Það er svo margt sem getur haft áhrif á það að bátnum aðeins ruggað. En kennarar hafa líka ótrúlega mörg tæki til þess að vinna með svona. Það er náttúrulega verið að kenna og vinna með samheldni og vinna með svona samskipti og bæði gegnum leik og alls konar þjálfun og æfingar. Þannig að foreldrar þurfa líka að hjálpa okkur í skólunum að bera virðingu fyrir skólanum, jafnvel þó að gangi eitthvað á. Að foreldrar tali til dæmis ekki illa skólan í eyru barnanna. Akkúrat. Tala svona svolítið upp, frábært, gaman að byrja í skólanum og svo skemmtilegt og hugsaði þú þetta að læra svo margt og að hjálpa til við að gera aðstæðurnar eða skólasamfélagi spennandi. Börnin eru þetta ólík og við erum bara, sumir eru feimin og sumir eru örlát og sumir eru galopin og sumir eru fyrirferðarmikil og þetta er ólíkt samfélag, fjölbreytt. Og það er bara einn kennari kannski með bekk og það þýðir það að sko, hvert foreldri ber svolítið mikla ábyrgð á líðan barnsins því leyti að kennarin getur náttúrulega ekki kannski fylgst með nákvæmlega alltaf öllum, hvernig það líður. Sko, það er erfitt kannski að kortleggja þig í dagsins sönn, því hann er auðvitað líka hérna bakvið með námsskóna. Akkurat. Og svo fer barnið í 4. bekk í samlega próf og ég ætla að gera þetta og þetta og hann er svolítið hérna bakvið líka að standa sig af yfirvaldinu, sko. En ef maður sem foreldrum dettur í hug kannski fólk sem að horfa og að hugsa, sko, mér finnst bara barninu mínu almennt líða illa, það er kvíðir í að fara í skólan, kannski ekki endilega að því það tengist einhver einelti eða stríðni eða eitthvað, heldur bara, það því einhvern veginn bara megn. Sko, eru skólarnir á Akureyri, þú veist, er skólasálfræðingur í öllum skólum á Akureyri starfandi? Getur maður sem foreldri hringt í skólan og sagt, ég er bara vanmáttu hérna vegna þess að barnið mitt, það bara getur ekki vaknað á mótnana, það getur ekki hugsað sér að fara af stað í skólan og allt þetta, eða jafnvel bara, þú veist, það vakir fram eftir, ég næ ekki komað í rúmið og allt þetta. Sko, getur maður sem foreldri fengi bara hjálp frá skólanum til að vinna með þessa hluti? Já, ég vil bara segja já. Sko, ég er yfirmaður skóladeildar og þar vinna 10 manns sem eru ráðgjafar í öllum mögulegu, erlend börn, í samskipti foreldra og barna og ýmislegt. En svo er fjölskyldudeild líka til og undir hennar hatti er sérkennslu ráðgjöf á sviði náms en líka á sviði svona samskiptamála og vinnslu með og svona líka barnavernd, þar eru fullt af starfsfólki sem kemur inn. Þannig að við hvert skóla er tengdur skólasálfræðingur og námsráðgjafi og sérkennslu ráðgjafi. Varðandi síðan meðferð, ef þú vilt koma barninu inn í samtalsmeðferð eða sálfræði meðferð, að þá er til dæmis nýbúið að ráða hérna bara upp á heilsugæslunni sálfræðing sem að starfar þar undir hatti heilsugæslunnar og svo erum við líka í mjög miklu samstarfi hérna barnageðdeild upp á spítalinn á Akureyri. Þannig að það eru mörg net, alls konar, allstaðar og fólk á aldrei að gefast upp við að leita lausnunum. Það er frábært að heyra þetta vegna þess að ég sko er bara upplifað í mínu starfi sem prestur og fólk hefur svona komið á minn fund og sagt sko að vita ekki, þú veist það sem ég segir sko það er ekki þetta hringja bara beint upp á sjúkrahús, skilur maður það bara bíða og þú veist þetta er bara flókið og þannig það er svolítið gott fyrir fólk kannski að vita það að skólinn getur hjálpað því af stað, skilurðu? Já, hjálpað því allavega að finna leiðir. Að finna leiðir og skólinn getur náttúrulega svo getur hann vísað, já, algjörlega. Og eins og á skóladeild, þar erum við bara með 2 starfsmenn sem eru, það sem bara hreinlega býða upp á samtal, fyrsta samtal. Ef þú lendir í vandræðum og ert í einhvern veginn stopp, þá geturðu í fyrsta skrefinu bara komið niður, haft samband við skóladeild og við hjálpum til við að finna einhver skref. En fyrsta skrefið er í raun og veru skólinn sjálfur sem barnið er í. Af því að þar eru líka sérfræðingar sem að geta hjálpað til við fyrstu skrefin. Stundum er fólk ekki ánægt með það sem skólinn gerir eða er ósátt eða telur að vandi liggi annars staðar heldur skólinn kannski nefnir. Og þá eru fleiri stuðningsbatteri
Þannig að bara foreldrar eiga aldrei að gefast upp á að leita, Nei. en þeir eiga líka að leita í eigin rann. Já. Þeir hafa sterka dómgrind. Já. Þeir vita ýmislegt þó að sé kannski maður getur sett hendurna fyrir augun og að því að guðga okkur afneitunina, hún svo góð. Nefnum maður kannski að komast yfir erfiðasta hjarlan, að leggja sér á stað og leita að hjálpinni. Já. Og það bara rosa flókið að vera foreldri í dag. Það bara einhvern veginn, maður hefur svo marga þræði og margir boltar sem maður þarf að halda á lofti. Rosalega margt í gangi. Þannig að það engin skömm að því að viðurkenna það að maður þurfi stundum að fá aðstoð við það að ala upp barnið sitt og hjálpa því. Sko. Já, og fá lánaða dómgrind eins og ég segir stundum, sko. Bara eiga samtalið, því það svo vont ef að allt komið fjandans til þegar barnið eru úrlingur. Hver vill missa barnið sitt á götuna? Hver vill missa barnið sitt í fíkniefni til dæmis? Við verðum að vinna með þessa hluti áður. Reyna að koma jafnvæginu á og vera algjörlega ófeimið við að grípa inn í. Það bara gríðarlega mikilvægur þáttur í hlutverki foreldra að gefa sér tíma fyrir börnin sín. Þetta eru frábær lokaorð, þetta svona gullkorn. Sofía Vagsdóttir, takk fyrir. Það væri nægilega ráð að fá þig á hverju hausti, bara svona til að fara yfir þetta. Þetta eitthvað sem bara gott fyrir alla foreldra að heyra og það sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp eitt barn og ég alveg sammála því. Ég held að sé margt til í því. Takk fyrir komuna og við kveðjum héðan og sjáumst aftur í næstu viku. Takk fyrir samfylgdina.